Jæja, skurnar. Þá komum við að nautunum. Þetta eru spilin sem við ætlum að nota í kvöld. Og kæru naut, við ætlum núna að leggja fyrir sambönd eða samskipti. Það getur verið ástarsambönd, vinasambönd, eitthvað samband í ykkar lífi sem þið viljið skoða betur eða reyna að fá einhver svör við. Og þá ætlum við bara að byrja. Já, kæra naut. Þú ert búin að vera að gefa af þér og þiggja, búin að vera í einhverju góðu flæði, hvort sem það er tilfinningalega eða efnislega, allavega er verið að segja þér að hafa bara trú á því sem að þú ert að gera og þetta muni allt ganga vel. Þú ert virkilega búin að leggja þig fram og hinn aðilinn, sá sem þú ert að spyrja hinn manneskjan, það er spurning, er hún að bíða eftir svörum frá þér eða viðbrögðum frá þér? Það er búin að vera einhver sjálfskoðun hérna í gangi og þetta gef og þiggja ferli sem að er búið að vera, finnst mér að hluta til allavega búið að vera á milli ykkar. En það er tortryggni frá hinum aðilunum. Það getur verið bara að hinn manneskjan sé vör sig. Það getur verið að hún sé brennd af einhverjum fyrir samskiptum. Þannig að hún vill hafa hlutina upp á yfirborðinu. Ef til vill ert það þú sem að ert tortryggin í hennar garð. Því það er eitthvað hérna varðandi það að finna sannleikann og heiðra hann og bíða eftir svörum. Þegar það verður komið á hreint, þá fáið þið, þú og þessi manneskja, þá fáið þið loksins að skína, að deila ástinni, sem sagt, að tengjast, skulum við segja. En það er einhvers konar svona undirbúningstími sem að þarf að eiga sér stað áður en að því kemur. Og þetta er svona það fyrsta sem að kemur hérna úr fyrstu spilunum þínum. En það er ekkert sem bendir til þess að þetta muni ekki ganga upp. Svo lengi sem að einhver smáatriði eða eitthvað sem hefur verið falið fær loksins að koma upp á yfirborðið og einhver sannleikur. Kannski er þetta mál sem að þarf að ræða. Nú ef þetta er ástarsamband þá getur verið að þetta sé einhvers konar tryggðarbrot. Við kallum það. Getur verið gamalt. En allavega ræða málið hreinskilnislega og fá hlutina upp á borð. Það verður þegar að tengingin ykkar kemst loksins á og þið getið farið að blómstra. Þá mun verða ákveðin áfangi og ég held að fleiri en þið tvö eða þið tvær manneskjur muni taka þátt í því. Þannig að það getur vel verið að verði bara slegið upp í veislu. Það gæti verið einhvers konar formleg veisla eins og trúlofun eða eitthvað slíkt, að þarf samt ekki að vera. Einhver fögnuður hérna sem að þið viljið gjarnan deila með öðrum.
Kannski eru þið að bíða eftir svörum varðandi húsnæði, varðandi þungun eða eitthvað svona meiri háttar atburð í ykkar lífi. Við skulum sjá. Ok, uppfylling óska er spilið sem ég sé hérna strax. Þú ert að glíma við sjálfa þig, kæra naut. Erfiðar hugsanir, þessi rödd sem að pikka stundum í okkur og talar okkur niður. Hún er svolítið hávær eða mun vera hávær á næstunni. Og það er svona flækja sem að þú þarft að ráða úr áður en að þú getur farið að uppskera ákveðna hluti. Það er efnisleg aukning sem gæti verið þýtt hérna bættur fjárhagur, það gæti þýtt kaup og sala, eitthvað sem að kemur í stað einhvers annars, eitthvað sem er betra en það sem að þú hafðir eða þið höfðuð, þú og þessi manneska sem að umræðir. Það er svolítið erfitt að eiga við erfiðar hugsanir, þær sækja á mann, leiðum að leyfi sér að slaka á oft á tíðum, en ekki örvænta þó að það taki einhvern smá tíma. Þetta getur líka bara verið á meðan þú ert að bíða, að það er oft mjög erfitt að bíða og fá ekki svör. Því það fyrir hugurinn af stað og fyrir að búa til alls konar hluti sem að geta verið verkað neikvætt á mann. Þú munt komast yfir þetta allt saman og komast á þann stað sem að þú ætlaðir þér. Hin manneskjan er búin að vera að glíma við einhvers konar tilfinningalega erfiðleika. Á annan hátt heldur en þínir erfiðleikar sem ég var að tala sem eru mest huglægir. Og það er eins og það sé verið á þeim bænum að bíða eftir fréttum, já. Kannski takið þið hlutunum á svona misjafnan hátt, að þú dílar meira við hlutina í huganum en hinn manneskjan dílar meira við á tilfinningasviðinu. En ef það hefur verið einhver mikil vanlíðan þar, þá verður breyting þar á, því að það sem er verið að bíða eftir, það mun verða hér uppfyllt. Og mikil gleði og hamingja sem fylgir því. Og mig langar að segja fyrir einhver ykkar kæru naut, þá erum við að tala hérna þungun, þó það er ekki við í allum tilvikum. En það er ég alltaf að lesa fyrir nokkra og stundum nokkuð marga í einu. Ok, hlutirnir eiga eftir að svona með tímanum að gerast. Þegar að loksins kemst skriður á málið, þá fara hlutirnir að gerast hratt. Þannig að þú mátt vera viðbúin, kæra naut, að fara svona alveg bara úr 0 og alveg bara upp í 8 strax. Stundum er bara best að hlutirnir gerist þannig, því að á meðan maður er eitthvað að drolla og draga úr og tefja hlutina, þá dregur maður oft bara úr og lokar fyrir tækifæri sem annars myndi bara koma án áreynslu til manns. Þetta lítur vel út, mikil jákvæðni, mikil gleði hérna, tilfinningaleg vellíðan. Og tími framundan þar sem að þú ert að fara að uppskera. Við skulum halda áfram. Ok. Hér ert þú í essinu þínu, kæra naut.
með því að vera sterkur leiðtogi, taka stjórnina og svona drífa hlutina svolítið áfram. Mikil falleg sameining hér á ferðinni. Þá ger ég ráð fyrir því að það sé hinn manneskjan í þessum spilum sem að sameinast þér eða þið tvö eða þið tvær eða tveir aðilar skulum við segja sem eru að sameinast hér í dálítið flottum dansi þar sem að mikið jafnvægi, mikill kærleikur og þar sem að annar aðilinn skyggir ekki á hinn. Þar sem báðir aðilar eru metnir jafn mikils og leggja jafn mikið af mörkum líka. Og mikið fallegt flæði sem hérna og eitthvað óvænt og skemmtilegt sem að kemur hérna inn í líf þitt kæra naut sem þú átt alls ekki von á sem partur af þessu mikla jafnvægi. Hinn manneskjan á svolítið erfitt með að sleppa tökum. Tilfinningaleg vonbrigði hafa valdið því að hún svolítið að halda hjarta sínu þögnu, skulum við bara segja, á bakvið rimla. Það að sleppa tökum, treysta almættinu og láta sig bara gossa, það krefst mikils hugrekkis sem að hér verið að tala eða benda á og að sleppa tökum þýðir líka að sleppa stjórn. Þetta ferli sem að sýnist mér aðalega eiga við hina manneskjuna, ekki þig kæra naut, þó af því hversu vel þið eru sameinuð hér, þá gæti þetta líka haft mikil áhrif á þig. En þetta ákveðin lærdómur hérna í að sleppa tökum og sætta sig við það að hlutir í lífi manns gerast ekkit alltaf með því að við stýrum þeim eða stjórnum þeim. Að langminnstu leyti gerast þeir þannig. Það yfirleitt það sem að bara flæðir til manns eða kemur óvænt sem að hefur góða hluti í för með sér. Ok, ég ætla ekki eitthvað að fara eitthvað dýpra í þetta. Þetta getur bara verið þetta getur verið hvað sem í raun og veru. Mest finnst mér þetta bara tilfinningarsviðinu hjá þessum aðila að hleypa hjarta sínu svolítið út úr búrinu ef að hjartað á baku þess að rimla. Þetta svolítið sérstök mynd, ég ætla að sýna ykkur hana aðeins betur. Þetta sem sagt tromp númer 15 og í mörgum stokkum, flestum stokkum, heitir þetta spil Djöfullinn. Þetta það fræga spil. Og táknar oft þetta orð master hérna kemur inn á það hver master í þínu lífi. Það þú eða það eitthvað annað? Það til vill einhver fíkn sem hefur stjórnina? Hver að læsa hjarta sitt inni? Það þú sjálfur? Eða það eitthvað annar sem við völd? Þannig að þetta það sem í gangi eða verður í gangi á næstunni hjá hinum aðilunum og vel þess virði bara að skoða það. Hvað að halda aftur af henni, manneskjunni það að segja. Og hvort það sé ekki bara kominn tími til að
treysta almættinu fyrir því að gera hlutina. Já, ég eiginlega ætla ekki að segja neitt meir þetta, höldum aðeins áfram. Ok, ný byrjun. Ég ætla að sýna ykkur svolítið skemmtilegt. Þetta í raun og veru hérna sama spilið. Fíflið í hefðbundnu taroti. Ný byrjun, traust. Það að segja, taka skref út í óvissu, láta sig gossa, treysta því að allt verði í lagi, hlusta bara á hjartað. Það svona svolítið sterk skilaboð hérna til þín og það hefur að gera með samband. Hér kemur upp spil harmoni, jafnvægi, þetta loverspilið í hérna hefðbundnu taroti fyrir ykkur sem þekki það. Þetta sem sagt tvær manneskjur sem að laðast hvor að annarri, horfast hérna í augu og eru tilbúnar að skuldbinda sig, finna hvor aðra þarna, einhvers staðar í miðjunni. Það fylgir þessu ferli fyrir þig, kæra naut, ákveðið endurmat þar sem að þú ert horfa dálítið til fortíðar og skoða hlutina eins og þeir voru, hvað hefur geta gert betur. Þú þarft að fara varlega í það, setja þig ekki í dómarasæti við sjálfu þér, heldur muna það að þú gerðir það besta á hverjum tíma fyrir sig. En þetta líka svona svolítið þú að vega þá og meta hvar stendurðu í dag. Hvað skiptir þig mestu máli í lífinu og hvaða sannleika lifir þú eftir? Hvað það sem að svona miðjan í þínum gildum, ef við segjum svo. Og það alveg eðlilegt að þessar spurningar komi upp þegar að samband upp á borðum, því að mikið af tilfinningum og mörg mál tengd tilfinningum sem að koma upp á yfirborðið með því. Þannig að báðir aðilar eru hérna búnir að fá skilaboð fíflsins sem að segir að það að taka áhættu muni skila einhverju góðu. Aftur sem staðfesting kemur örlagahjólið sem að það var hérna áðan að ég ætla ekki að vera að fletta hérna ofan af öllum spilunum. Þetta allavega örlagahjól númer 2. Það bara vegna þess að ég með 2 mismunandi stokka. Sem aftur ábending til þín, kæra naut, að þú geti látið hlakka til. Því að það óvænt element að verki hérna. Og hlutirnir eiga ekki alltaf eftir að ganga upp eins og þú heldur. Hvar hann? Jæja, ég ætla að finna hitt spilið sem að táknar þetta yfirvald hérna, þessa styrku stjórn. Þetta keisarinn sem að kemur hlutum í verk og sér til þess að allt sé framkvæmt samkvæmt reglum og framkvæmt af miklum krafti og einurð. Þetta líka spil sem segir svona varar pínlítið við að vera með of mikla stjórn á öllu. Og þar sem að fífli kemur hérna upp líka, þá þetta svolítið svona að vega og meta. Hvar á ég að sleppa og hvar á ég að stjórna? Það sem skiptir mestu máli kannski bara að vera meðvitaður í sínu lífi, vera meðvitaður hver ég í þessu sambandi, hvað það sem skiptir mig máli. Og það svo sannarlega einhver ný byrjun hérna framundan. Þar sem að vitundin þín
er að taka svolítið stökk fram á við og það er að kvikna á mörgum perum. Kannski ertu bara búin að vera dálítið værukær, kæra naut, og hefur ekki verið neitt svona að challengea þig með einhverjum erfiðum málum, heldur búin að vera bara svolítið í svona þínu nautna lífi sem að þar sem að þú þrífst svolítið. Þannig að nú er bara komið að því að þú farir aðeins að takast á við nýja hluti. Þess vegna er þetta svolítið að koma inn til þín og þetta með að sleppa tökum. Það er eitthvað sem að mörg naut eiga erfitt með. Ok, við erum ekki alveg hætt. Orkustöðvarnar ykkar, kæra naut, krúnustöðin eða höfuðstöðin kemur hérna upp fyrir þig. Þetta er sú orkustöð líkama þíns sem að sér að tengja þig beint við alheimsorkuna, almættið, eða og þaðan færði þín svona, við má leyfa mér að sletta andlegu download. Þannig að höfuðstöðin þín er kannski að opnast eða eflast og ef til vill er það eitthvað sem þú þarft að hafa í huga. Að efla höfuðstöðina þína, þú getur gert það til dæmis með því að hugleiða. Já, með því að treysta almættinu, þá eflirðu líka þessa stöð. Með því að sleppa svolítið tökum á stjórninni. Fyrir hinn aðilann kemur hérna upp þriðja augað eða ennistöðin, þar sem líka er mikil andleg tenging og andleg skynjun fer fram miklu leyti í gegnum þessa stöð. Þannig að kannski þetta stöðin sem að hinn manneskjan er að efla og þroska þessa dagana eða þarf að hafa í huga, kannski eitthvað sem er að gerast í hennar svona varðandi hennar skynjanir, andlega skynjanir. Hún er kannski að verða næmari en áður og þar af leiðandi kannski næmari á þig eða þín ykkar samskipti eða ykkar samband. En þessar orkustöðvar og fleiri er líka eitthvað sem að þú getur bara flett upp líka og skoða betur ef þú hefur áhuga á. Kæra naut, við erum ekki alveg hætt, við skulum halda pínu áfram. Já, nú tek ég hérna eitt spil fyrir þig sem að sýnir hvað þú vilt segja við hina manneskjuna og síðan tek ég spil fyrir hina manneskjuna líka sem sýnir hvaða skilaboð hún vill senda þér. Og það kemur hérna upp bátur að fá það sem þú þarft, framþróun, það að koma í höfn, það að halda áfram og það að ganga frá lausum endum, closure issues. Ok, þetta er svona eitthvað sem að þú vilt koma á framfæri, að þú sért að koma eða þetta sé allt að smella. Þú ert að ganga frá ákveðnum hlutum og ert að fara að loka ákveðnum málum og þú sért tilbúin síðan til þess að halda áfram. Og það sem að þú þarft, receiving what you need, það er annarkvort að koma eða að þú sért í raun og veru kannski svolítið að færa henni, manneskjunni, þetta. Þetta er mjög jákvætt spil með jákvætt skilaboð. Þannig að mér líst bara vel á þetta. Hvað vill hún segja þér? Hinn manneskjan er að tala um það að hún sé að græða hjartasár. Hún sé búin að losa sig frá eitruðum samböndum eða
fíkn. Talandi fíknina hérna áðan, að það greinilega þá, þetta hérna bara verið að leggja áherslu á það og ef til vill gerir það verkum að þú þarf bara að sýna þolinmæði því að oft þarf svolítinn tíma í þessa sjálfsvinnu sem að þessi manneskja virðist vera í en hún sýnir mikið hugrekki með því að tjá sig við þig opinskátt þetta þannig að tjáningin á milli ykkar virðist allavega að vera opin og bein og ég get ekki séð betur en að þú sért bara tilbúin þegar að hún þarf á þér að halda eða þegar hún gefur grænt ljós svolítið. Tökum hérna 2 í viðbót, svolítið öðruvísi spil. Ok, hérna við erum að tala eitthvað sem yfirborðskennt. Það kannski ekki mikið þarna undir fyrir þig til að sækjast eftir, surface level. Kannski þetta bara það sem að þú sérð að þú ert eftir vill ekki fann að kynnast manneskjunni nógu vel. Þú ert ekki fann að kafa undir yfirborðið. Kynni ykkar eru eftir vill bara á yfirborðinu ennþá. En eiga kannski eftir að dýpka, allavega samkvæmt þeim spilum sem hafa komið hérna upp. Eftir vill ert þú ekki að sýna þig, allan, eða allt, kæra naut. Kannski ertu svolítið á yfirborðinu. Það vill nú vera oft þannig bara þegar að hlutir þegar sambönd að byrja. Við skulum sjá hvað kemur hér. Já, nákvæmlega. Vináttusamband sem að verða að einhverju meiru. Evolving friendship. A friendship is growing into something more. Það getur verið þetta yfirborðskennda sem að þú ert að finna fyrir, sem að í raun og veru kannski bara vinátta. Og þú áttar þig kannski ekki á því, en þetta eitthvað sem á eftir að dýpka. Og svona það sem ég hef heyrt það að bestu samböndin þróist einmitt á þennan hátt. Þau byrji á vináttu og þróist síðan yfir í eitthvað meira. Ég selði ekki dýran ekki eftir það. Ég veit bara það að vinátta getur verið mjög dýrmætt og það að eiga trygga skilningsríka vini bara með því verðmætara sem að það á í lífinu. Ok, kæra naut, ég vona að þetta hafi sagt þér eitthvað og þú hafir fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri. Þú færð hérna 1 hjarta að lokum. Ef að ekkert af þessu passar við þig þá vona ég bara að þú hafir haft pínlítið gaman af þessu. Hjarta sem þú færð mystery. Allt mun koma í ljós á réttum tíma. Leyfðu leyndardómnum að koma í ljós. Allow the mystery to unfold. Sem sagt gefa þessu tíma, ekki ýta á eftir. Þetta mun allt saman koma upp á yfirborðið. Ertu þolinmótt, kæra naut? Ég vona það allavega. Þarftu að sýna smá biðlund. Þá ætla ég bara að þakka þér kærlega fyrir að horfa og hlusta og ég vona þér gangi allt í haginn með þetta. Ljós og kærleikur.